Góðan daginn, elskurnar, og velkomin í Gamesýruna á mánudagskvöldi 8. júní. Smá UFO updates hérna. Mikið framundan. Ég ætla kannski bara að byrja á því að ávarpa hérna eitt varðandi þessa uppljóstrun stríðsmálaráðuneytis altså í Bandaríkjunum, á UFO skjölum, gögnum, myndböndum sem að hafa, það hafa verið 2 dropp, 5. maí, 20. og 2. maí, bæði á föstudegi, og þá í samræmi þessi 2 dropp við áætlanir eða tilkynningar varðandi 2 vikna fresti yrði dropp, sem þýddi að síðasta dropp, 3. droppið hefði samkvæmt öllu að hafa verið síðasta föstudag, 5. júní, en það varð ekki. Og í UFO samfélaginu þá hefur það ekki beint verið ávarpað, þó að ég sjálfur telji mig vita hver ástæðan fyrir því og ég ætla nú að útskýra það fyrir ykkur hérna núna. Málið er að fyrir einhverju viku 10 dögum síðan, ég er nú búin að segja ykkur frá því, þá var tilkynningum það að David Grush, uppljóstrari með meiru, fyrir þau okkar sem ekki vita hver David Grush þá kemst hann á sjónarsviðið júlí 2023 þegar hann bar vitni frammi fyrir fulltrúadeild bandaríska þingsins og varpaði þarna ýmsum sprengjum tengt UFOs og non-human biologics, eins og hann orðaði það, og þessi maður, David Grush, hann hefur hann sett af stað nýja sveiflu í UFO aktivisma og UFO uppljóstrunar ferli sem að fór á stað í kjölfarið á þessum vitnaleiðslum 2023 og virðist engan enda taka þó svo að mikið sé búið að gerast, mikið vatn fallið til sjávar, eins og maður segir. En David Grush hefur núna upp á síðkastið verið ráðinn í vinnu sem ráðgjafi fyrir þingmann Eric Burleson, sem er einn af þessum 4 helstu bandarísku þingmönnum sem eru búin að vera að berjast fyrir transparency eða gegnsæi og uppljóstrun þessara UFO skjala. Fyrir leyniþjónustumaður sem vann við að greina og taka viðtöl við einstaklinga sem höfðu verið viðriðnir þessu Special Access Program sem komu þá að þessum málaflokk. Þá erum við að tala crash retrieval og reverse engineering. Ég er búin að fara yfir þetta allt með ykkur. En tilkynningi var svo að 9. júní, á morgun, klukkan 1 á staðatíma, klukkan 5 á íslenskum tíma, þá mun hann stíga á tröppur Capitol Hill í Washington ásamt 4 þingmönnum, og það er allavega Eric Burleson, Tim Burchett, Anna Paulina Luna og man nú ekki hvað hinn 4. heitir. Þessi fréttamannafundur verður kynntur af Leslie Keane, sem er fréttakona sem braut í rauninni þessa sveiflu að stað með sinni New York Times frétt 2017, þar sem gimbal-vídeóið, TikTok og Go Fast voru sýnd í fyrsta skipti eftir að hafa verið lekin af meðal annars honum Lou Elizondo, sem að flest ykkar vita hver er. Leslie Keane, þessi blaðakona, og James Fox, þau munu vera kynnar á þessum fréttamannafundi, og þessi fréttamannafundur þetta er borgaralegt og kerfislegt ákall til forseta Bandaríkjanna að upplýsa þjóðina og þetta bara alla menn á jörðu tilvist þessara prógrama og tilvist sannana þessi ójarnesku flýildi og áhafnir þeirra sem hann vildi meina í vitnaleiðslunum 2023 að hefðu náðst niður til jarðar. Hann hefur meira sagt í viðtali að flýildin sem bara Bandaríkjamenn, þá erum við ekki að tala aðra þjóðir, hafi undir sínum höndum, hafa náð niður í gegnum þessi svokölluðu crash retrieval séu fleiri en 10 og færri en 100. Þar hafið það. En þau munu stíga á stokk á morgun klukkan 5 á íslenskum tíma og ég held að það tengist svolítið þessum
þessu skerta droppi á gögnum síðasta föstudag. Ég hef það svolítið á tilfinningunni að þau vilja fá að sjá hvað kemur út úr þessum fréttamannafundi á morgun. Hann sagðist alltaf að fara inn á að einhverju leiti, spennandi að vita hvað miklu, eitthvað inn á innihald þessara gagna og þessara myndbanda og mynda og skýrslna sem að hefur með fljúgandi fyrirhluti og þetta geimverur að gera sem ekki hafi verið gerð opinber fram að þessu. Þannig það er mjög spennandi. Ég held að stríðsmálaráðuneytið sé að bíða einmitt eftir umfangi þessarar fréttamannafundar á morgun. Þannig að þið fylgist spennt með. Þetta verður sýnt live allavega á News Nation og örugglega fleiri frétta veitum en News Nation allavega veit ég. Svo er það kids á miðvikudaginn klukkan 9:30. Hvað heldið þið að ég sé að fara að gera ásamt vinahópnum? Við erum vinna og kontaktaktivista hópurinn Kontakt. Ég og nokkrir aðrir, við erum að fara í bíó. Og ég er búin að vera að forðast trailerana eins og heitan eldin, en þannig erum við að fara að sjá kvikmyndina. Margir vilja meina heimildamyndina, nýju heimildar kvikmynd í sögulegu samhengi. Hans Steven Spielberg, Disclosure Day, sem að Spielberg sjálfur hefur verið að halda þið fram í viðtölum núna upp á síðkastið að þetta sé ekki bara eitthvað úr lausu lofti gripið og eitthvað hugmyndir sem að hann og handritshöfundar og framleiðendur hafa fengið on the get-go, heldur bara meira í samræmi við þær upplýsingar sem þeir hafa heyrt, og þarna kemur þetta bara ef að ekki maðurinn upp í mér, hvað var það svona double agenta inn í afþreyingar iðnaðinum, ég hef komið inn á þetta áður og þá sérstaklega inn í Hollywood, það sem að sagan þetta bara segir, og þetta er ekkit eitthvað launungamál, þetta er bara opinberlega viðurkennt að agentar, leyniþjónustu eða CIA hafa náttúrulega bara hafa infiltrerað afþreyingar iðnaðin, þá sérstaklega á Hollywood, og svo lítið svona stýrt vissum narratífum og ekkit bara UFO-narratífum, heldur mörgum öðrum narratífum sem snýr að þetta bara bandarísku samfélagi sem og bara samfélagi okkar hérna á jörðinni í svona pólitísku samhengi, en hann að þetta er ekkit launungamál, en hann að ég er skeptískur á þessa Disclosure Day kvikmynd, því að mér finnst tímasetningin vera dularfull og tilviljunarkennd, og mér hef það einhvern veginn svo litið á tilfinningunni, og þetta er náttúrulega stórmynd, þetta er Steven Spielberg sem við erum að tala um, þetta er E.T. og þetta er Close Encounters of the Third Kind, þetta er maður sem er búin að vera með puttana pólsunum í þessum málum í 50 ár, takk fyrir það. Þannig að við erum að fara að horfa á þessa mynd við félagarnir á miðvikudagskvöldið, hún er að koma í bíó. Þar með nú það, annars nú ekki mikið í gangi í þessum og heimi ef þetta er ekki nóg fyrir ykkur þessa dagana, annað en bara eitthvað viðtöl við eitthvað þingmenn og Jesse Michaels tekur viðtöl við Jeremy Corbell og eitthvað bara svona basic stuff. Þessi heimur er náttúrulega bara fullur af áhrifavöldum og stórum egóum, misspilltum vísinda og leyniþjónustu mönnum, fyrrum eða núverandi, sem eru náttúrulega bara dubious, þetta er allt mjög dubious. Persónulega þá er ég svona aðeins orðin svolítið þreyttur á þessu reality show sem er í gangi hérna og hef svona einmitt komið svolítið inn á það hérna í geimsýrunni hvernig þessi uppljóstrun þarf að vera uppljóstrun fólksins eða eitthvað sem vísar í innri uppljóstrun, og ég kem nú bara inn á það hérna í mínum síðasta þætti þegar ég fór inn á þessa reynslu mína sem ég gekk í gegnum helgina, hvað var það þetta en frumskóar seið ayahuasca sem óvægt að segja hafi opnað huga minn og hjarta, aukið á samkennd, aukið skilning minn, auðvitað bara vísindarlegan, samfélagslegan, tilfinningarlegan. Ég finn fyrir, núna eru liðin sólarhingur, rúmur, sem ég kom heim og þátturinn sem ég tók í gær, ég bara gönnaði í hann leið og ég var komin heim, skiljiði. Þannig þetta var svona í fersku minni, en núna, eftir daginn í dag, ég er einhvern veginn bara,
veist, ég vil bara að segja, ég er bara einhvern veginn bara opnari hérna, efri búkurinn á mér er bara einhvern veginn opinn á einhvern svona hátt sem ég hef ekki fundið áður, veist, mér veist ég vera opnari hérna í, hvað ég segja, hljóma kannski svolítið hlýsukent, en svona í hjartastöðinni, en svo ég hafi losnað við eitthvað og hérna, og tengist hérna í maga, veist, ég er að finna fyrir bara svona dýpri andadrætti en ég er vanur, einhvern veginn, ég er út þandari einhvern veginn og líður bara satt að segja betur. Já, ótrúlega áhugavert þetta dæmi með þennan seið og þarna auðvitað umdeilt og það er auðvitað fordóma líka þarna úti, gagnvart þessu og það er bara eins og það er, fólk verður bara eiga það við sjálft sig, við búum með frjálsum vilja og til þess að kanna og skoða. Ég fekk hérna svör við spurningum sem brunna á mér og hérna í rauninni svör við öllum þeim 4 spurningum sem ég hafði, einhvern veginn, til, hvað ég segja, lífsins eða til Guðs, ef svo má segja. Og það má mig sannig segja að ég lít svo á að í, sem sagt, helgina, þá var ég í tengslum við eitthvað guðlegan veruleika. Það er eiginlega ekki hægt að segja annað. Einmitt þetta. Þessi léttleiki, yndislegt. Þarna, já, skunnar, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég er sem sagt einn heima með konunni minni sem að ég komst að helgina, spáði nú því. Það þarf bara hérna einhverja ayahuasca-seramóníu fyrir svona villising eins og mig til þess að komast að því að hún er minn, sko, hún er angerið í lífi mínu, minn traustasti vinur og bara hreint út sagt geggjuð. Og ég er sem sagt að fara inn núna og ætla að eyða kvöldinni með minni yndislegu konum þar sem að dóttir mín er komin í mánaðardvöl í sumarbúðum austur á landi og ég veit að mun biðja fyrir henni 24 sinnum á sólarhring og þarna ef ekki oftar. Lengra var það ekki, ég vil bara segja að þarna hver sem þið eruð, mér þykir vænt ykkur og þarna þið búið yfir frjálsum vilja, þannig að þið ráðið hvort þið takið ákvörðun að followa eða subscriba Gamesýruna, það er annarkot YouTube, sem sagt þvottahúsið Gamesýra. Ég er einnig á TikTok, birti nú oftast allt þar en stundum ekki, fer eftir innihaldi. Það er sem sagt UFO Gamesýra og svo er það ég persónulega undir því nafni sem ég var skýrður, Gunnar Dan á Facebook til dæmis, það er hægt að followa þar, mjög sniðugt. En ég birti sem sagt þætti Gamesýrunar þar í formi svokallaðara Reels. Ég veit nú ekki alveg hvað það þýðir eða hvernig það myndi þýðast. En allavega Reels er það. Eitt inn í lokin, blálokin. Það er sem sagt bara UFO 101. Ég er með hann að geta selt ykkur. Beint frá bíli, eða viljið, áritaða. Ég með nokkur eindök. Annars sem sagt er hönnuður, Siggeir Hafsteinsson, meistari með meiru í framúrstefnulegri hönnun í þessum töluðu orðum að klára eða leggja lokahönd á hönnun á bókarinnar UFO 202 sem fer inn á andlega, heimspekilega og trúarlega hluta málaflokksins UFO. Hann er að leggja lokahönd á plóin og þar eftir verður þetta í rauninni bara sendt í prentun og svo bara bím bara búm, svo kemur pallettan heim og UFO 202 fer í sölu og þá segi ég bara verði ykkur á góðu. En ef þið viljið lesa UFO 101, nú er þið ekki búin að því áður en að UFO 202 kemur út, þá bara hafið þið samband við mig ef þið viljið þetta beint á kunni, annars er þetta bara Eymundsson eða Sögur bókaútgáfa líka, þeir senda held ég frítt heim, þið getið tjekkað því þar. Herra skunnar, þetta er næst, segi ég bara friður með yður, namaste.